Jæja, ég er komin með ykkur hérna í Ólafsvík. Hér inni, ef ég er heppin, er hann Vagn Ingólfsson sem kannski margir þekkja fyrir vasklega framgöngu á fótboltaleikjum hjá Víking Ólafsvík. Hann er ekki bara duglegur sem stuðningsmaður í stúkunni, hann er hér með smíðaverkstæði. Kíkjum á hann. Ég er nú búin að fylgjast með þér aðeins á Facebook síðuninni, þar sem þú hefur verið að sýna frá hvað þú ert að gera hér í skúrnum fyrir utan hjá þér. Í fyrsta lagi verði nú að fá að segja hversu fallegt er hérna í bakgarðinum hjá þessum skúr, þannig ég skil vel að þú dveljir hér. Segðu okkur aðeins hvað þú ert að gera? Herði, ég fór semst að fikta við þetta, en ég ætla alltaf að fara að fikta við þetta. Bróðir minn hefur verið svolítið í þessu og ég langa alltaf að pröfa þetta en lét aldrei verða af því. Svo fór ég hérna inn á sýningu, einhvern tímann 2016 minni mig, hjá Jóni Adolfi Steinolfssyni og ég náði góðri tengingu við hann og var að spjalla við hann töluvera tíma og fór með það bara út. Þetta langaði mig að pröfa og fór og keypti mig græjur einhverjar og hérna svo fór ég bara að byrja og þetta er bara gengið vel. Þú ert ekkert menntaður á þessu sviði, þú ert búin að vera sjómaður í Já, nei, ég ég hef ekki farið í eitt nám eða neitt svoleiðis. Nei. Þannig að bara það er áhuginn sem að kveikir þetta og áhuginn sem að kemur þér á þann stað sem að Áhuginn þetta er bara algjört rugl. Þú byrjar á að kaupa þér hérna svona áhöld, segirðu, og hvað? Og svo bara að svipast eftir einhverjum við, eða? Já, það er oft mesta veseni að fá einhvern góðan, stabílan við sem maður getur treyst. Ef þetta er blautur viður og maður vinnur í þetta, þá verður þetta kannski að springa og verða ómögulegt. Þannig að það er svolítið vandamál. Þú ert náttúrulega að vinna með lifandi efni í höndunum, það maður kannski fattar það ekki. Já. Og hvar fær maður svona góðan við? Hvernig leitar maður að? Heyrðu, ég hef bara, ég er að kaupa þetta hérna efni frá Bandaríkjunum. Bíddu, er þetta viður? Já, þetta er ég búin að leita lengi að til að fá þetta munstur. Varstu þá að panta sjálfur? Já. Og ég man það ekki hvar ég fékk þetta allt. En ég hef alltaf gert, finnst mér svolítið gott, ég kalli þetta nú, þegar ég fór að setja inn á, ég byrjaði strax að setja inn á Facebook. Alveg frá því að kubburinn er bara, kannski svona á borðinu hjá mér. Já. Og svo fer ég að byrja einhverju og set svo bara alltaf inn myndir, hvernig þetta er að þróast. Og svo bara, þá á ég líka til alla seríuna frá því ég byrjaði og þá þetta er búið. Og hérna, þá var eitt sem gaukaði þessu bara að mér daginn, þetta er alveg orðið massífur og góðu viður. Sko, er þetta íslenskt? Þetta er birki. Þetta er birki. Þetta minnir pínu svona á Emil í Kattholti, svona smíðaður skúr, hérna, er konaðin ekkert að senda þetta út, bara jæja, nú ferðu út í skúr. Það er bara skalltu tálka inn. Ég held maður verið að segja bara, hún sýnir þessu rosalega þolum með það. Bara eiginlega mikla. Því ég get alveg gleymt mér hérna, sko. Hlustar á eitthvað sögur eða útvarp eða ertu bara alveg í þínum heimi eða? Nei, Bubba Mortens. Bubba Mortens er tækinn. Nei, grínlaust. Grínlaust að stundum er maður að gaufa þetta eitthvað. Og það einhvern veginn, sko, maður er stopp. Ef maður er svona að setja það á, þú veist, þá kemur þetta. En segðu mér eitt, þú ert hérna búin að vera á sjónum alveg heilengi, eða ekki? Jú. Og hér ertu þá þegar það eru brælur eða eitthvað? Já. Þú ætlar að söðnum? Nú er ég að fara að hætta. Hvað, hérna, er það ekki skrítið? Þú er alltaf starfsævina verið á sjó? Jú. Nei, þú veist, ég meina að það kemur bara svo tími. Maður verður bara, þegar maður er komið þennan aldur, þá verður maður að spáði hvernig maður ætlar að enda þetta. Og ég ætla ekki að vera á sjó til 67 ára og það er ekkert svo sem ekkert mikið atvinnuframboð en núna var tækifæri og ég stökka það. Hvað var það eftir? Það er hérna húsvörður í skólanum, grunnskólanum Snæfellsbæjar. Það hljóta að vera í góðum málum með svona Já, ég ætla að vona handverksmann. Engu síður þá svona beigur í manni og það er eðlilegt eftir 40 ári í hinu. Já. Það er eðlilegt. Áttu þér eitthvað svona uppáhalds viðfangsefni? Eða velurðu bara svona eftir koma verkefnin til þín eða hugmyndirnar eða? Já, það dettur bara inn. Það dettur bara inn eitthvað en samt, þú veist, getur maður verið í einhverju
eins og kubbur eða stykki sem ég vinni. Ég var búinn að vinna alveg hellingi í stykki. Ég vissi aldrei alveg hvað ég var að fara að gera. En svo kom út úr í bara fallegu hlutur. En þetta hérna, þetta er, sko segja þetta, stykki hafi komist næst í að gera mig brjálaðan. Ég skal trúa því. Sko þetta er hnútur sem heitir pelastykk og það snertir hvergi og þetta er náttúrulega að pússa þetta og græja þetta. Þetta er svona, ég var oft búinn að fara inn og hættur þessu helvíti. Ég var bara búinn að gefast upp á því en ég þrjóskaðist við. Og þetta er svona, já, ég held að þetta sé strembnasta stykki sem ég hef tekist á. Heyrðu, þessi er aldeilis geggjar. Ég sá nefnilega þannan á Facebook hér. Þú ert bara með þína síðu, eða ekki Vagn Ingólfsson, já. Þú ert ekki með sérstaka síðu undir. En hérna, segðu mér hugmyndina á baku. Hvernig fannstu hugmyndina, er þetta sjálfstæðis, Örninn? Þetta er sjálfstæðis. Þetta er sjálfstæðis, já. En hvernig, hvar fannstu efnið og hugmyndina? Herðu, ég var einn 3 ára að ná í þetta efni. Við vorum að róa vestur á Bolungarvík og ég sá þarna sjórekna rót upp við eitt hús og ég fór í kallinn sem átti þetta og vildi fá hana. Þá sá ég reyndar, þetta var svolítið stór rót og ég sá alltaf borð fyrir mér og hérna, hann vildi ekki láta hana, konan ætlaði að setja hann í garðinn og eitthvað og svo haustið eftir þá fór ég aftur í hann og það var sama. Ég gafst ekki upp. 3. hausti þá hafði ég gegn að ná í þetta. Svo var ég búinn að vera að horfa á þessa rót í einhver 2 ár. Bara svona, gefa henni gaum og skoða og spekulera og svo tók ég á skarið og sá þetta og hérna, þetta var svolítið strembistykki. Upplifir þetta sem svona hugleiðslu? Eða svona, já. Já, eins og ég bara gleymi mér hérna, sko. Það verið kall í mig í mat og jafnvel á klósti. Fylgja þér inn. Hvenær fór pabbi síðast? Það er bara svoleiðis.